Viktor mætti hérna á Kópavogshöll, vinnið 4-1, bara frábær leikur, hvernig líður? Líður náttúrulega bara ótrúlega vel sko og bara frábær leikur á okkar hálfu í dag, geggjuð liðsframmistaða og bara akkurat það sem við þurftum á þessu tímapunkti. Þetta besta samt þegar við sýnt í sumar? Já, ég hef ekki spurning sko og loksins líka fylgdu mörkin með og við náðum að loka fyrir hjá okkur en við sýndum góða frammistöðu á löngum kafla á móti Víking en svo sem leikum ekkert fyrir það en höfum ákveðið spilkafla í sumar en þetta bara frá fyrstu mínútu og til vera 90 og þetta gekkist framstöðu. Fyrri hálfleikurinn rosalegur, ég hafði varla undan að skrifa og mikið að gerast. Þið gangið eiginlega bara frá leiknum á tímundakafla í fyrri hálfleikum? Já, bara gengum á lagið, náðum að breyka á það í transition og það var það sem við lögðum upp með. Ómar náttúrulega bara sturlaður í þessum leik, hlaup á bakvið á og komum bolta fyrir Jóngísli sem leiðis bara geggjaður í dag og bara allir í liðinu bara frábærir og þetta er alveg bara æðislegt að upplifa þetta og svona finna þetta aftur. Það voru 2 atvik í fyrri hálfleiknum, tveir umdeildir vítaspyrnudómar sem var ekki dæmt þegar Blikarnir fara niður og svo vera Ómar niður. Sástu eitthvað að þessum atvikum? Nei, ég sá þetta ekki nógu vel sko. Mögulega hefur hann eitthvað aðeins, ég var náttúrulega nær Ómar held ég sko en mögulega hefur hann tóð eitthvað en það var sennilega ekkert á mig. Farið með 3-1 forskot inn í hálfleik, mæti gríðarlega stemdir inn í síðarhálfleikinn, fáið færi eftir færi. Þú hefur átt að skora svona 5 mörk í síðarhálfleik, hvað gerist? Já, bara vá, ég veit það ekki sko, blandaði þreytu og bara hausinn sko, þú veist, klikka á fyrsta, svo kom næsta snögglega á eftir og klikka á því og ég held bara að einbeitingin hafi ekki verið nógu mikil sko og já, ánáttúrulega að gera betur og langt síðan að ég hef klikkað svona mörgum í röð sko en það er ágætt að gera í svona leik frekar heldur en einhverjum öðrum. Jóngísli með áætlunum færir upp niður hægra megin á frábæri dag og fann þið endalaust inn á tegnum, það var góður í dag? Já, bara Jóngísli bara búinn að vera einn besti leikmaðurinn okkar í langa tíma og bara bara einn besti leikmaður sem ég hef spilað með og hentar mér rosalega vel fyrir mína styrkleika og hann er ástæðan fyrir að ég get spila leikið minn sko og bara þú veist og fleiri skilur við búin að leysa þetta gríðarlega vel, ég er ekki náttúrulega alltaf geggjaður og miðjan frábær í dag og þetta var bara geðveik liðsframmistaða í dag og vonandi getur bara byggt ofan á þetta. Eins og segir, náðu góðu frammistöðu gegn Víking þrátt fyrir að hafa ekki fengið neitt út af þeim leik. Geggjaður í dag, tengið 2 góða frammistöður, hvað gefur þetta ykkur í framhaldinu? Bara gríðarlega mikið, náttúrulega fyrst og fremst bara trú og sjálfstraust og það er bara það sem okkur hefur vantað. Það er erfitt þegar það er endalaust verið að berja á þér og það er bara að ná að standa upp og byrja að hlaupa aftur sko og við erum komnir aðeins af stað en þetta er breytt leikur og við þurfum að fylgja þessu eftir með góðri frammistöðu á sunnudaginn. Fenguð eitthvað neikvætt umtal ykkur, fóruð eitthvað inn í hópinu eða voruð þið bara einbeittir á næsta leik og bara ná frammistöðu? Alltaf bara næsti leikur og ég held að fylgist menn eitthvað með umfjölluninni sko en ég held að við svona eldri og reynslu meiri látum þetta svolítið skauta framhjá sko en ég held að menn hafa nú ekkert verið að taka þetta inn á sig og menn finna þegar þeir leggja sig fram í leikjum og æfingum að sjálfstraustið kemur með því og rytminn og allt þetta sem við þurfum sko og það er bara, já, maður hefur séð það í þessari viku. Takk Viktor.